Góðan daginn. Nú fyrsti dagur hér í útlandinu. Þetta geggjað sko. Þetta sem sagt garðurinn okkar. Þetta sem sagt drengurinn minn. Og já, það ógeðslega gott veður hérna í Kanarí. Og ég veit reyndar ekkert hvar, þú veist, það sem við erum með íbúðun okkar, hvort að þetta sé sniðugur staður varðandi hvað stutt að fara í strönd og svona. Þú veist, þetta basically, þú veist, erum við í Reykjavík eða erum við í Hafnarfirði? Þú veist, það svona spurning hvar við erum svona. Við vitum það ekki alveg. Fyrsti dagurinn verður basically bara við ætlum að hafa kósí. Garðurinn hérna geggjaður, það sem fylgir íbúðinni. Og þetta allt lokað, þannig að strákarnir geta verið að leika sér og haft geðveikt. Bara svona við þurfum ekki að hafa miklar áhyggjur af þeim. Herðu, við ætlum að byrja að fá okkur í þetta. Sjáumst þetta smá. Já. Mjög gaman. Já, herðu, þá erum við farin inn í einhverja matvöruverslun. Við þurfum aðeins að kaupa okkur eitthvað smá að mönsa og drekka. Verða viðurkenna, það svolítið heitt, hrikalega gott veður. Ég undir loftkælingunum nú og hún þarna uppi, sem mjög gott. Já, þannig að Anita heima með Baltasar, Benjamin sofandi og ég, Gass og Stella og Jökull við erum hérna að kaupa eitthvað smá að borða. Þannig að við erum að skoða hérna á morgunkorna. Þetta svona, þú veist, fullt af eitthvað svona eins og við myndum kalla skyr og eitthvað dót. Þetta finnst mér eitthvað án efa ógeðslegt. Mér langar samt svo geða þetta að prófa þetta. Svo getur við fengið Mars líka. Eins mikið og ég myndi aldrei gefa barninu mínu þetta. Þá ætla ég að prófa þetta. Ég ætla að fá að prófa þetta hérna. Sjá hvernig þetta er. Ég held að jukkið, þannig að jukkið þetta sé bara hvít súkkulaði. Held að. Það var eitthvað í botninum. Ég er allavega svolítið spenntur að prófa þetta. Hvað er ekki komið síðast? Það var ekki leggja að segja. Jú, það er ekki komið síðast. Það er síðast að spenntina. Veistu, það er svo ógeðslegt þetta hljómar að vera með eitthvað svona sem fræma á þeim. Það er þetta mjög gott. Þetta er fáránlega gott. Hversu fáránlega gott? Þetta er það gott að ég ætla að klára þetta sko. Gefðu mér smakk. Er þetta eitthvað svona sem þú myndir kaupa aftur? Ég ætla að kaupa þetta aftur. Gefðu mér smakk. Herru, ég er búinn að éta þetta hérna. Ég gef þessu 2,5 af 5. Nú, ég ætla að geðveikt. Þetta var fyrstu 2 bitarnir var geðveikt. Þá fann ég M&M og svo verður þetta svona þreytara. Ég myndi alveg kaupa þetta aftur, alveg bókamál sko. 2 af 5 er það ekki gott. Það er bara allt í lagi. 2 af 5 er helmingur. Já. Myndirðu eða kameru með svona 2 af 5? 2,5 af 5, það er bara 3,5 Ok, 3. Og þá segið þetta er svona 2,5, 3. Þetta er svona þar á milli. Þetta er allt í lagi en þú veist, þú getur ekki mikið af þessu. En ég væri samt alveg til í þetta aftur. Ég ætla að prófa hana. Þetta er basically nákvæmlega sama. Það er eitthvað jukk hérna og örugglega karamella hérna með. Hlýtur að vera. Mér finnst að ég er að pæla í núna, við verðum hérna nokkra daga, að hérna á hverjum einasta degi ég að prófa eitthvað nýtt. Hvernig líst ykkur á það? Endilega kommentaði fyrir neðan og láta mig vita. Hérna er eitthvað
Nú er ég búinn að opna þetta allt maður. Veitu? Þetta er eitthvað svona jukk. Þetta er eitthvað mólar eða eitthvað. Svo er greinilega karamellan hérna og eitthvað. Þannig að ég ætla að mögga þetta framan. Og með það. Ég er svo hræddur að verða fyrir vonbrigðum út af því að ég held að þetta sé gott. Þetta hitt var rosa fínt sko. Svo. Ég finn ekki marsbragð þessu. Ekki, verður það. Nei. Ok, nú erum við búin með þetta. Af þessu tvennu. Ef þið eru hérna í Gran Canaria og ykkur langar að prófa eitthvað nýtt, sleppið þessu hérna. Þetta er ekkert spes. Þetta er ekki gott, þetta er ekki... Prófa hana hérna. Þessi er töluvert skárri. M&M. Marsið er spes. Við ætlum aðeins að hafa kósí, svo ætlum við að veika strákarna eftir, svo gerum við eitthvað skemmtilegt á eftir. Herðu, ég og Gassi við þjóttum út í búð, keyptum fullt af eitthvað svona mönnsing til að drekka og til að narta. Auðvitað það sem skiptir mestu máli er að strákarnir okkar drekki nóg og borði nóg. Það er eiginlega svona númer 1, 2 og 3 hjá okkur eru auðvitað að þeir muni ekki þotna upp. Þannig að ísskápurinn er stútfullur af bara einhverju drasli til að drekka og auðvitað til að mönsa líka. Íbúðin er svo stór sem... Æ, ertu vængefinn maður? Hvað er þetta hana, kúkurinn? Djöfulli maður. Eiginlega séum Benjamin, hann er nefnilega lúrandi. Við erum á annarri hæðinni. Já. Þess að ég, Anita og strákarnir, við erum hérna á annarri hæðinni. Við erum með sér svalir sem er beggja kúl. Hann er Gassi. Hann er í sólbaði. Hann talaði samt að hann ætlaði að vera í skjóli og skugga allan tímann. En, já, sjá við það. Já, þannig að þetta er bara alltaf fyrsti dagur lofar góðu. Þú veist, persónulega finnst mér ekki heitt og ekki kalt. Auðvitað er ekki kalt, en það er ekkert eitthvað svona. Þetta er mjög þægilegur hiti, þú veist. En krakkarnir eru eitthvað að kafna úr hita, en mér finnst þetta bara mjög þægilegt, bara fínn hiti. Ég væri til í aðeins meiri, en þetta er fínt. Svo þetta er svo. Það er nú komið tíma á það að fara að vekja Baltasar, hann sefur endalaust hérna. Það gæti verið hitinn, en við vekjum strákinn. Baltasar, eigum við að vakna? Baltasar. Hæ? Hæ, hvað þú ert fallegur og flottur. Hann er svo þreyttur. Alltaf svo rosalega þreyttur. Herra, við erum komin á ferðina. Benjamin er sofandi. Baltasar. Hæ, Baltasar. Hæ. Gaman. Anita er hana. Krakkarnir eru hana. Og við erum vilt. Við föttum ekki að skrifa niður hvar gistingin er. Við veitum ekki. Ég er ekki lengur búin að pinnpokta það, sko.
Þú er bara að bulla núna. Já. En hérna, við erum samt að reyna að komast einhvert. Ég veit það ekki. Og svo sem Google Maps segir að við erum að fara aðra leið, þá endum við á einhverju hraðbraut eða einhverju götu. Og við erum ekki að fara að gera það. Mér finnst bara út að sjórinn er þarna, þessa átt. Og við eigum bara að hlaupa, eða fara í þá átt. Og svo bara einhvern veginn tökum við leigubíl eða einhvern veginn reddumst á leiðin tilbaka. Hérna, hvað finnst þið ykkur? Hvað finnst þú hvað? Hvað við eigum að gera? Já, ætla að bíða alltaf morgun þegar svarið þér. Já. Ok, við Svo bíðum getum bara. við bíðum bara hérna. Ég upplóta þessu bara núna. Þið svarið bara, eigum við ekki að fara bara út að sjórinn er þarna. Þannig að mér finnst bara að við eigum að fara þangað. Hvað segir þið, hvað ætlaði að gera? Við fara hérna aðeins áfram. Eins og ég sagði. Ég við götuna. Ég held að það sé bara búið að breyta þetta einhvern veginn. Já, allavega með að hvernig þetta lítur út. Þetta er svo nýtt. Herru, við erum komin að einhverju tréi núna. Ef einhver getur sagt mér. Hvað er þetta? Þetta er drasli með steinunum í. Ef þú tekur þetta upp með kúlunum hérna. Já, er það ekki? Hvað heitir þetta? Já. Já. Þetta hef ég aldrei séð. Þetta er svo fjúk, hvað? Þetta er ekki smá stærð á þessu draslinu. Já, mér langaði bara að sýna ykkur þetta. Ég ætlaði nú ekki ekki mikið að tala um þetta, en þetta hef ég aldrei séð. Þetta sáum við hérna. En, sko, nú erum við auðvitað hérna í Gran Canaria og við erum auðvitað ekki nálægt ströndinni. Og, já, ég held að við séum búin að labba í svona 20 mínútur. Auðvitað við viltumst fyrst, en hérna, þetta er að skána umhverfið. Þú veist, það er svona eins og að sé verið að gera einhverja hluti. Og hérna, já, eins og að sé verið að laga eða þrífa eða gera eitthvað námskotan, vona ég. Nema þetta sé alltaf svona, ég hef ekki hugmynd um það. En það geggja viður. Með að við Snapchat, það var Snapchat að tala um að það sé 29, 30. Þá getum við alltaf bætt við svona tveim í viðbútt. Ég held að sé engin brendur. Þessi. Það er hot. En hérna. Það er þess að sé að það búið að vera eitthvað margir á framkvæmdunum. Já. Það hlýtur að vera. Glætan að þetta sé svona alltaf. Það er maður frá skumma. Þú veist. Eins og hérna bara rétt við veginn. Þá er bara allt svæðið svona. Þú veist. Nema að við séum, ég veit ekki. En hérna, við ætlum að fara að reyna að finna okkur það sem við erum að fara að gera núna. Við erum að leita að kvöldmatt og við þurfum að finna sjoppu eða einhverja verslun sem selur flip-flop handa Anitu. Það sem er magnað við styttuna sem er hérna, sjáu kallinn sem er hérna, hann er að benda. Það er sem sagt undir styttunni er plattform sem snýst og hann bendir alltaf í átt á sólu. Sem er magnað. Jæja. Það er komið að þessu. Svo auðvitað er stigi hérna niður, þá komumst við ekki niður. Komumst við? Nei, við komumst ekki hérna niður. Ansans Grampin. En við erum búin að finna sjóinn maður. Já, Baltasar, þetta er nefnilega, wow. Sjáuðu. Gassi og Stella og Jökull, þau eru. Týnd. Hvar eru þau samt? Ég veit ekkert hvar þau eru samt. Kemst ég hérna niður eða? Ég þarf að hjálpa þér. Ok. Þá erum við loksins komin að ströndinni. Ströndinni, að sjónum allavega. Og það er ótrúlega fallegt hérna. Ég hlakka til að sjá ströndina út af það ávist að vera strönd sem er svona extrímströnd, svona alvöruströnd, svona strönd, svona spánaströnd. Kannski sjáum við það. Herru, þá erum við komin á okkur veitingastað hérna við höfnina
við sjóinn hérna á Kanarí og Baltasar var orðinn virkilega svangur. Hann þetta orðinn dauðþreyttur líka. Baltasar eiginlega getur sofið endalaust. Hann eiginlega bara búinn að sofa ótrúlega mikið og ótrúlega vel sem bara ótrúlega gott, sem alveg ótrúlegt. En já, við erum að bíða til matum okkar, við eiginlega keyptum okkur öll hamborgara og Anita fékk sér kjúklingaborgara. Það var svona ekkert flóknara það. En ég ótrúlega ánægður að Baltasar að borða. Hann ekki búinn að borða vel þessa ferð. En hérna, já, það gleður mig að hann sé loksins byrjar að borða almennilega. Það rosa gott. Okay. Já, maður þarf aðeins að hafa í þessu. I am your yin to your yang. Majó. Yes. Herri, þá var maturinn kominn og Majó og... það lítur rosalega vel út, maður. Anita svo mikið gekkur að ég tek alltaf laukinn hjá henni. Baltasar ennþá að borða, búinn að vera ótrúlega duglegur. Vá, langar í. Viltu fá? Hvert hann nú að fara? Já! Já, ástu mín! Ha! Uh-oh! Þetta gler, ástu mín! Já. Þá erum við komin inn á herbyggi, inn í íbúðina og Baltasar er sofnaður, Benjamin er að fá sér að borða og fer svo að lúlla. Búið að ótrúlega góðu dagur, ég er aðeins að rauður á öxlunum þannig ég var pínlítið brunninn. Til að fagna þessum degi er ég að pæli að henda í góða blöndu. Þetta er geðvægt. Vá. Já, heyrðu, það er alltaf farin að sofa en ég ætla að enda þetta. Takk aðeins að vera á þér, myndið út frábært. Þú getur gert allt sem þú vilt. Sjáumst á morgun, njótu lífsins. Takk fyrir mig. Bye bye.